Hæ, Guðbjörg heiti ég. Já, þá erum við bara komin í annað vídeo. Titillinn segir 5 miðilsspurningar. Já, ég reyndi að stytta nafnið, annars er þetta svo langt að því þetta átti að vera 5 algengustu spurningarnar sem ég fæ þegar fólk fattar að ég sé miðill. Það er langur titill. Þess vegna ákvað ég bara að minnka það. Já. En rétt áðurinni fyrir það, þá og í rauninni það sem að tengist náttúrulega líka þessari bók er náttúrulega að fólk er að fatta það núna að ég sé miðill og það fattar það að ég er manneskjan sem að skrifa þessa bók. Kannski líka því það er mynd af mér í bókinni. En já, og ég ætla aðeins að fara smá yfir þessa bók, en í rauninni langaði mig líka að sýna ykkur það sem að er að koma út, og þetta í rauninni er í svona digital formi eða prentvænu formi, þar sem að þú kaupir hvað ætla ég að segja, fílinn og prentar sjálf út. Já, og þetta lítur svona út, og svo eru smá leiðbeiningar hér, og þetta er A5 blað, af því ég er líka að spá í að gera þetta sem bók sem að maður kaupir, og ég er ekki alveg búin að ákveða hvað ég hafa margar blaðsíður, en það getur verið alveg svona milli 80 og 100 blaðsíður eða eitthvað slags, mögulega 80. Ég er aðeins að skoða það. Já, en þá lítur þetta svona út. Þetta er sem sagt fyrir ef maður ætlar að draga eitt spil, og þá bætir maður dagsetningu hérna við, spurningu, og það er ekkert endilega nauðsynlegt að gera spurningu. Ef að maður hefur ekki spurningu, þá má draga á þess að maður hafi spurningu. Svo skrifarðu hvað spil þú færð, og þú getur skrifað einhverja þýðingu við það eða eitthvað annað sem að þú vilt muna í sambandi við spilið. Hvaða tilfinningar þú færð þegar þú dregur spilið, og hver er þín þýðing í rauninni. Svo er hérna fyrir 3 spil, og svo ger ég hérna fyrir 5 spil, og svo læt ég, þú veist, það er svona autt blað með, þannig að þetta er svona, þú getur skrifað bara þínar hugsanir, þínar tilfinningar, einhvað sem að þú vilt kannski muna á einhverju tímapunkti. Já, en þar sem að flestir eru bara með A4 blöð heima hjá sér, ekki A5, þá er ég búin að útbúta svona, þannig að þú færð 2 á einu blaði, og svo getur bara klippt út, og það er ekkert nauðsynlegt að gera þetta að þú veist báðum einu blaði. Það er hægt, en það er ekkert nauðsynlegt. Já, þetta er bara, þegar þetta vídeo kemur út er ég að vona að þetta sé tilbúið á síðunni. Þannig já. Já, en mér langaði að segja ykkur frá einni sögu úr bókinni. Afsakið, fullt af hljóði hérna. Og Spencer er að leika sér hérna á borðinu, þannig að já, það er marg ketti, þá er það bara út um allt. En mér langaði að segja ykkur frá einni sögu úr bókinni, og og þetta er í rauninni saga önnur vinkonu sem að dó fyrir
ég held að þessi komið 2,5 ára núna og hvað gerðist í rauninni þegar hún dó. En já, sko þegar fólk deyr og það veit að ég er skyggn eða miðill, þá kemur það oft til mín beint. Oft veit ég að fólk er dáið áður en að aðri vita það. Þannig að þegar Anna lét ekki sjá sig og ég var ekki búin að hvorki sjá nei heyra í henni í 2 vikur eftir að hún dó, ég fannst það alveg pínuskrítið og ég hef enga útskýringu af hverju, en það er allt í lagi. Í jarðarförinni þarna sem var cirka 2 vikur seinna, tala ég við vinkonu hennar fyrir utan kirkjuna og ég segi eitthvað við hana að mér fyndist skrítið að vera ekkert búin að heyra neitt frá henni. Og svo bara allt gott að blessa með það og jarðarförin fer fram og já, allir mæta í sína jarðarför og það gerði Anna líka. Deginum eftir hins vegar þegar ég var að vakna eða svona rúmska, maður er svona á milli svefns og vöku, þá finn ég eins og ég sé svona strokin á bakinu og og mann er náttúrulega pínu bregður, það er bara alltaf þannig og ég sest upp í rúminu og er eitthvað að hugsa yfir þessu en ég ákvað að fara inn á bað. Það þarf maður bara að gera sína hluti en ég tek ekki símann með mér inn á bað, það þarf að koma fram í þessari sögu. En og meðan ég er bara að gera þarfir mínar þá segi ég upp að bara Anna, varst þetta þú? Og svo segi ég, viltu gefa mér staðfestingu að þetta hafi verið þú? Viltu senda mér gíraffa? Og ég veit ekki af hverju ég sagði gíraffa. Það bara, það kom út úr hausnum á mér og það bara fyrsta sem að poppaði upp eða eitthvað svoleiðis. Allt gott að blessa með það, ég klára mína klósettferð og fer inn á bað. Fer inn í herbergi aftur, sest bara upp í rúm og ég tek síma minn og ég held honum svona, ég skrolla 2 svar. Þá sé ég mynd af gíraffa og það er ekki bara hvaða gíraffi sem er, heldur þetta er mjög sjaldgæfur gíraffi og ég náttúrulega eiginlega bara hálfbrá og fattaði strax, já, þetta eru skilaboðin frá Önnu og ég flýtti mér að taka skjáskot og hljóp bara símann í fangi og bara takk. Þannig að ég vissi að hún hefði komið til mín og það var góð tilfinning. Já, þetta er sagan. En svona enn og aftur, það langar mér rosalega að þakka fyrir hlý orð í minn garð og bókarinnar. Mér þykir rosalega vænt það og bara, já, og bókin er ennþá til á hrafnetta.is og verður það örugglega bara alltaf. En já, ef við förum í spurningarnar, þá var ég að spá að fara í 5, 4, 3, 2, 1. Þetta er svona nokkuð daginn, þetta er ég náttúrulega aldrei að skrá alveg niður þegar fólk er að spyrja með okkur. Ég þurfti alveg að hugsa þetta eins. Þannig að
Þannig að, já. En þetta svona, sko, það samt ein spurning og það spurning nummer 1 sem kemur síðast sem að fólk spyr held ég langoftast. Það bara, já, þannig. Já, ok. Við byrjum á 5. spurningunni þá. Hvað psychic medium? Já, þetta ég reyndar náttúrulega alveg stundum spurðum. Að því stundum segi ég þessi psychic medium að því að það auðveldara að útskýra það á ensku oft heldur en íslensku. En í rauninni þetta tvíþætt og að psychic manneskja sem að getur lesið orku ef það er átt að útskýra það þannig. En það ekkert alltaf alveg vita hvaðan orkan kemur. Sumir lesa áru fólks, sumir lesa svona hvað í kringum fólk og svo þetta fólki sem svona það bara veit. Það bara stundum þá bara veit maður hluti og það einhvern veginn ekki einu svona hægt að útskýra hvernig maður veit það. Þú maður bara veit það. Já, medium sem sagt að tala við látna ástvini og maður sér framtíðina. En svo náttúrulega sumir sem segja að allir medium eru psychics en ekki allir psychics eru medium. Pínu flókið. En svo aðrir sem að segir að maður getur ekki verið bæði. Getur ekki verið bæði psychic eða medium á sama tíma. Þú þarft að vera annað og ég ekki sammála því að ég bæði. En svo náttúrulega öll misjafnt og við lesum öll misjafnlega. Allt kemur þetta samt frá sama stað og þú veist að því það alveg til eins og engla medium og það til pet psychics og í rauninni já þannig að þú veist en þetta kemur allt frá sama stað. Ok, spurning 4. Hvenær færðu skilaboð? Ég til ekki alveg hvernig ég útskýri þetta. Sko, ég gæti alveg verið haft hvað maður segja opið hvar sem og hvenær sem Ég persónulega ákvað að hafa það þannig að þegar ég einhvers staðar, þú veist, ég að fara í afmæli, að hitta fólk, kaffihús, partí, fermingarveislur, þá ég bara ég, eða þannig, og ég fæ bara frið til að vera ég. En ég segi það ekki, það hefur alveg komið fyrir að fólk uppgötar í veislunni að ég sé miðill eða, já, og og það fer að spyrja mig og ég fer að svara einhverjum spurningum, það kannski veit eitthvað bara hvernig þetta virkar og svoleiðis og þá eins og svona að það opnist og það bara alltaf þannig, það hefur alltaf verið þannig. En svona oftast þegar ég svona að fá skilaboð mjög oft þegar ég stend við vaskinn inn á baði. Þá ég fæ mjög oft skilaboð þar, en ég fæ oft líka skilaboð bara þegar ég sit á rúmstokknum og bara undirbúa mig fyrir háttinn, stundum sit ég reyndar aðeins upp í rúmi og bara eitthvað að gera og þá fæ ég líka alveg stundum skilaboð. En já, skilaboðin alltaf kom aldrei eins, þannig að eða ekkert alltaf, en oftast eins, en já, þannig að þetta svona,
Þetta var kannski pínur ruglingslegt svar, en ég vona að þið skiljið þetta. En ok, spurning 3. Geturðu talað við frægt fólk? Já, ef að ég að tala við ættingja þess einstaklings. Annars nei. Ég get ekki sem sagt bara nú ætla ég að tala við Elvis að því mér langar það. Nei, það virkar ekki þannig. Ég þyrfti að vera með konun hans, dóttur hans, ykkur skyldmenni sem að og það líka að hann myndi náttúrulega þurfa að vilja koma með ykkur skilaboð í gegn. Annars náttúrulega ekkert að fara að gerast. Ok, viltu spá fyrir mig núna? Þetta einmitt eiginlega þegar fólk fattar í kannski í veislum eða einhverju að að ég sé miðill eða ég get spáð. Stundum ef ég hef verið með spilastokk í töskunni þá hef ég bara leyft að draga og svo sem ekkert beint spá en þetta svona já, það gefur fólk tilgang en yfirleitt ég ekkert eitthvað alveg í því samt sko. Ég bara í veislunni til að njóta þeirra sem að halda veisluna. Og svo spurning númer 1 sem að ég fæ langoftast og miklu meira en allar hinar spurningarnar. Og það þegar fólk búin að fatta að ég sé miðill að þá spyr það eiginlega alltaf sérðu eitthvað núna? Og svarið náttúrulega alltaf sko svarið reynda misjafnt af því að ef ég að spá þá sé ég en ef ég í veislu þá sé ég ekki og ég reyni yfirleitt að útskýra þetta fyrir fólki og ég hef bara beðið að þetta sé þannig að þetta sé bara fyrir mig þegar ég að fara út og fara í veislu að hitta fólk eða eitthvað en það þýðir ekki að ég sé ekki ég hef alveg fengið skilaboð til fólks þegar ég í veislu en ég ekki manneskjan sem að lappar upp á fólki og segja heyrðu, ég með skilaboð frá mömmu þinni af því að ég veit ekki hvernig manneskjan sem að í rauninni þarf að fá skilaboðin ég veit ekki hvernig mann bregðast við það ekki allir og reyndar núna kannski síðustu 2 árin svona give or take fólk farið að vera opnara fyrir þessu en áður fyrr já, það var maður ekkert að segja það upp átt að maður væri miðill og það stór munur og það kannski líka ástæða fyrir því að ég gerði bókina núna var tíminn til að koma ég ætlaði ekkert að skrifa bók hún bara kom en þetta bara þannig þetta lífið og það skemmtilegt við þetta en ef það eitthvað spurningar sem þið viljið vita þá væri gaman þið með endilega setja bara hérna fyrir neðan og svo langar mér að biðja ykkur að læka á vídeóið það mikilvægt fyrir þessa rás það mikilvægt fyrir mig og og endilega vera vinir ef að ykkur finnst gaman að öllu furðulegu og jú, ef þið hafi hugmyndir af einhverju sem að þið myndu vilja hafa eða sjá á rásinni nú ég náttúrulega búin að pröfa að gera alls konar og svona skemmtilegt og ekki skemmtilegt ég svo sem alveg með plön fyrir nokkuð vídeó en svo kemur það bara í ljós hvernig það endar en já bara ef þú ert ennþá hér takk fyrir að horfa ég bara farðu vel
með sjálfa þig og vertu góð við þig og þína nánustu eða bara alla. Að því að ástin er sterkari en allt annað og hún gefur þér miklu meira heldur en allt annað í lífinu. Bara takk fyrir þetta skipti. Sjáumst, bye.